Góðan daginn ágætu áhorfendur og heyrendur. Nýtt ár 2026 og nokkri dagar liðnir að því ári. Allt situr við sama. Ég er hér og þú ert þar. Það er líklega að sýsla við sama og þú hefur gert í gegnum tíðina, jafnvel. En það breytir ekki samt því að þetta er spánir dagur. Þessi dagur hefur aldrei verið uppi áður. Og eins og áður þá er spurningin svipuð og sama. Hvernig ætlum við að nýta þennan dag? Ætlum við að gefa drottni Jesú aukinn tíma í þessum degi? Eða ætlum við að hafa hann kannski eins og oft áður, einhver afgangsstærð hjá okkur. En það er nú ekki rétt breytni ef við sem kristnir menn erum að búa til einhver afgangsstærð í honum, því að hann er lífið sjálft og þetta kennum við og þetta tölum við og erum þá leið að tala rétta kennslu. Og þetta er sama brýningin til mín og þín og okkar, að við hefum að gefa drottni daginn á þennan dag. Þannig, já, kannski kalda janúardag, en drottinn er hinn sami. Hann er ekki einhver kuldakrista sem fer ekki út fyrir dyr ef það er yfir núlli. Nei, hann er á vappi, hann er á sveimi, hann er að gera sitt verk. Og veistu hvaða verk hann er að gera? Í raun og veru er hann alltaf að gera sama verk. Hann er að hlúa trú minni og trú þinni í Jesú nafni. Hann er að sinna trúnni. Hann er að búa svo að hnúta trúin mín og þín, hún vaxi. Verði eitthvað sem hann getur verið stoltur af að hafa gefið. Þegar trúin er gjöf. En mitt og þitt og okkar mannana að sjá til þess að trúin okkar vaxi. Það er verkið sem ég þarf að hrópa eftir frá drottni og hann er tilbúinn. Hann knýr alltaf á, en ég þarf alltaf að opna fyrir honum. Og núna er hann að knýja á hjarta til þínar því að hann vil segja eitthvað við þig sem að kannski er fyrir þér svona svolítið nýtt, ég veit það ekki. En hann getur alveg komið okkur óvart með okkur alveg nýju óvæntu. Því að Jesú er stór Guð, ótæmandi, óþrjótandi, á til allt, já, sem þú getur ekki ímyndað þér í dag að sé, en hann er með og öndvert fyrir augum sér. Og ef hann vill, þá mun þetta birtast þér og kannski fleirum í einhverjum raunveruleika sem þú tekur við. Þetta er Jesú sem að ég þekki, hefur þjónað í áratugi. Og þetta er enn einn dagurinn sem ég og þú og við fáum tækifæri til að sjá hann að verki. Og við elskum að sjá hann í verki. Sama hversu lengi við erum búin að ganga með honum og sama hver lengi og oft við höfum pælt í honum og velt honum fyrir okkur, þá er þessi dagur, þessi sádagur, sem gæti mögulega hugsanlega komið þér algjörlega í opna skjöldu hvað við ykkur drottinn. Hann er takmarkalaus. En ég hins vegar hef mjög marga annmarka og takmarkanir. Þannig ég er ekki Guð, ég er maður. Og hvarflar ekki að mér að reyna að gera mig sjálfan að Guði. Hver stæðist það? Allavega ekki ég. En það er nú aukaatriði. Einn daginn þá kveð ég þennan heim og fer þangað þar sem drottinn er, því hann er upprisin. Hann lifir í dag. Já, fjöldi manns horfði á hann deyja. Fjöldi manns sá hann stíga upp til himins. Og ég þjóna þessum Jesú sem að menn fyrir 1000-2000 árum
horfðu á eftir stíga upp til himins. Og hann er að vinna verk á jörðinni í gegnum mig og þig, í gegnum trúna sína, trúað fólk, mig og þig. Og birtingamyndin er þar, þannig að hann er ennþá sýnilegur meðal okkar. Hvað við sjáum er annar mál, en þetta er raunveruleiki. Jesús er enn að starfa. Hann er enn að gera þau verk sem hann hefur alltaf gert og hann hefur boðað. Hann sagði, það er fullkomnað. Hann sagði og gerði allt sem þurfti til að ég, segðu þetta með mér, til að ég geti vaxið í minni trú, viðhaldið minni trú og gert sömu verk og hann. Ég er ekki að bæta við neitt. Það sem ég er að gera, hafa kynslóðnar undan mér alveg frá degi Drottins gert. Þannig við erum ekki að tala neitt nýtt. Þannig að við má segja, erum að endurtaka út í eitt það sem Kristur hefur gert, en við fáum ekkert leið á því og við stakkur yfir. Hann er svo stór. Hann er stærri en allt sem mér finnst svona að vera komið nóg af. Þetta gerir Krist alveg sérstakann í augum manna og hvenna þau þekkja til. Vantrúin, hún sér ekki neitt og annað með vantrúna en er ekki gefið að sjá neitt. Já, að sjá verk Drottins er gjöf. Trúin kemur fyrst, svo fyrir við að sjá öll þessi verk sem Drottinn hefur unnið og erum heilluð af þeim. Það er ekki? Það er gott að vera heillaður á einhverju. Að hverju er heimurinn heillaður? Já, bentu mér á það. Hann heillast að einu dag. Og svo er það horfið á morgun. Þetta er heimurinn. Þetta er veruleiki heimsins. Það stenst ekkert þar. Til lengdar. Horfðu bara yfir þitt líf. Hvaða toppar komu og þeir komu. Hvar eru þeir núna? Flatneski. Hvaða toppar eru uppi núna? Já, það fer sjálfsagt bara eftir því hvað þér finnst vera toppur. Líklega er hann að einhvers staðar. En vertu viss, einn daginn þá slettist hann út og verður bara slettlendi með öllum hinnum. En hvað gerist hjá kristnumanni? Hann sér krossin. Hann stendur ennþá eins og hann hefur alltaf staðið. Og þar hangir engin maður á. Því að sá sem að neldur var þar, hann er risinn upp. Hann er á heimnum. Hann gaf niður heilagan anda og velur hvern sem hann vill úr hópnum. Og þetta fólk sem hann velur sér Jesú. Sér hann, vill fylgja honum og fer að elska hann og þrá hann og hugsaði ekki neitt annað en að eflast í þessu. Þetta er umskiptin sem verða á manni sem tekur trú og manni sem enn veltist í heiminum og það er í engu, í raun og veru, í engu. Lógur er ísinn og þysinn og allt saman það og alls konar framkvæmdir sem við erum að gera er allt fullt af þeim. En samt er hann að horfa ekki neitt. Því daginn þá hverfur þetta allt. Það hafa alltaf verið til starfsemi á þessari jörð. Alveg frá því að hún byggðist fyrst. En hvar eru þessi verk mannanna? Þau eru líka öll á hliðinni. Það sem er upp í dag, reisuleg hús, þetta mun allt saman leggjast á hliðina. Því að tímans tönn, hún eyðir öllu. Og þú getur ekki stoppað tímans tönn. Þannig að þetta er allt saman komið til að fara, ekki til að vera. Kristur varð eftir. Hann verður áfram. Hann er í dag að tala við þig og tala við mig og tala við okkur, kenna okkur leksíuna, því við þurfum á leksíunni hans að halda. Heimurinn í raun og veru getur ekkert kennt okkur. Hann getur bara kennt okkur og sýnt okkur ljótleikann sinn, hann á nóg til á honum. En við viljum ekki vera þar, við erum orðið þreytt á honum og tökum ekki lengur slaginn þar. Þetta er einblínum á kirkjuna, því að þar eru öll verk Drottins en
opinberu og í verki og þar er alltaf einhver nýtt að gerast, það er nú málið. Ég veit að þú kannski tekur ekkert undir þetta, líklega vegna þess að þú þekkir ekkert kirkjuna. Þú hefur engan á þessari kirkju, og af hverju? Það vantar öll skilyrði í hjartaðir til að sjá einhvað bitastætt þar. Þú ert kannski í hópnum sem að kemur gegn kirkjunni og kirkjunamönnum. Og mátt það svo sem alveg að þú nennir því. En þá skal ég segja þér það, þá varst þú að koma af einu minn í gegn Kristi. Og hann tekur á því máli áður en langt líður, já. Þannig að þú gerir ekki gys að drottni, uppreistum drottni og fer sjálfur sigrandi frá. Þannig er það ekki. En þetta er heimurinn í vanvisku sinni að gera aftur og aftur. Hann lítilsvirðir verk drottins. Af hverju lítilsvirðir hann svona verk drottins? Viðurkennandi það í hinu orðinu, hann þekkir ekki neitt. Hvernig er þetta lítilsvirða einhvað sem við þekkjum ekki neitt? Það er afl hér í heimi sem heitir Satan. Það er hann sem heldur þessu við. Og hann blæs sér í brjóst alls konar legar til að mynda trúna. Það sé nú ekki merkilegri menn en aðri menn, það er alveg rétt. Trúa fólk er ekkert merkilegra fólk en annað fólk. En það á til trú. Það aðskilur mann trúna og vantrúna. Trúin er afstaða. Trúin er eitthvað sem vex. Og hún er alveg sérstök. Og trúin er þannig gerð að hún aðskilur sitt fólk frá heiminum. Er þá heimur verra fólk en trúafólk? Nei, það er ekkert verið að tala um það. Það sem skeður með þessum aðskilnaði er að trúin, hún á ekki neina samleið með heiminum. Og að því drottinn veit að við erum félagsverur, þá bjóðast til sitt eigið samfélag fyrir sína trúuðu. Við kallum það kirkju, já við kallum það kirkju, það er samfélagið. Þar er verið að gera Kristverk. Þar er verið að tala Kristorð og svo framvegis, sem að heimurinn talar ekki um. En það föllur upp í rjáfur af áhyggjum. Hann les fréttirnar. Og hvað er þessar fréttir að færa okkur? Ekkert nema bömmur. Alls konar bömmur. Ofbeldi, þjófnaður og stelsýki, alls konar. Og svo ofan í allt þetta eru stríði. Og við veitum að stríði eru þannig að það falla margir menn í þeim. Þetta er heimur. Honum er engin friður búinn. Og sá sem fer fyrir þessu öllu sem mann Satan er heldur engin friður búinn. Þetta er eðlilega að sýna þetta og gera þetta sem við erum að horfa á í heiminum. Þetta er skipulagið. Algjörlega skýrt veldu. Friðsæld drottins eða glundroða heimsins. Það eru þessi tveir valmöguleikar sem við höfum. Þess vegna er ég að tala um drottinn vegna þess að ég veit að hann er friðarhöfðinginn. Hann gefur sig út fyrir að vera friðarhöfðinginn og það er talað um hann sem friðarhöfðingja í orði Guðs. Og hvernig get ég staðfest þetta? Ég þekkja. Þekkjur hann? Nú rista ykkur höfuðið, eðlilega, eins og ég var að tala um á hann, þeir vita ekki hausni sporð á Kristi. Þess vegna segja þetta. Og er þetta ekki einkennilegt með það til hliðsjónar að Kristur hefur verið upprisinn svona lengi. Kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð hefur Kristur verið að starfa á himnum. En samt er þetta ennþá svona að menn eiginlega veit ekki neitt um þennan Krist en tala oft um hann, alltaf með neikvæðum hætti. Að hann gefur engan rétt til þess að þekkja sig nema sem hann velur sjálfur. Það heitir að frelsast.
og þá umsnýst hjartað og þú horfir til kirkjunar sem eitthvað áhugavert. Algjörlega andstætt því sem var þegar kirkjan var þitt eina kannski aðhlátursefni og allt sem þar var að gerast. Svo í hinu orðinu þá viðurkenndur það að þú vissir ekkert þessa kirkju, samt talar fjálglega hana. Af hverju? Þetta eru lygar heimsins. Og við erum dáin heiminum. Þannig að við berum þær ekkert fram. Þær eru þarna, en til er ekki okkur lengur. Þetta er umskiptin. Þetta er betri kosturinn. Og við sem sagt getum alveg verið þar og erum þar mörg, ég þakka Guði fyrir það, og hann getur aftur á móti breytt stöðinni þannig að þú tekur stöðu með Kristi. Þú tekur stöðu með honum sem er að segja það sem er rétt, kenna það sem er rétt, og kennsluna getur fengið beina upp úr orði Guðs. Og þess vegna líka leggjum við til að menn lesi mikið orð Guðs. Og þú getur nálgast Krist með alls konar hætti. Þú getur nálgast hann í gegnum bænina þína, hjartans bæn, trúarbæn, hann heyrir það. Þannig það er ekkert vandamál að ná í hann fyrir frjálsan mann, hann býr í honum. Hann er ekki lengra að fara. En hversu oft erum við að notfæra okkur þetta? Ég veit það ekki, en ég hef nú notfært mér þetta nokkuð mikið frá því að ég frelsaðist og hverjum degi og alla dag og geri enn. En við sem þekkjum Jesú, við notfærum okkur þessa þjónustu hans mjög mikið. Og hann ætlast til þess að við notum hana mjög mikið. Og við veitum mikið það sem hann er að gera og hugsa og pæla. Er þetta ekki hroki? Ég veit ekkert hvað þér finnst hroki, sjálfsagt er þetta hroki í þínum augum, en þetta er bara sannleikurinn. Við getum nefnilega þekkt Krist. Af hverju? Af því hann þekkti okkur að fyrra bragði. Þannig byrjaði þetta. Hann þekkti okkur að fyrra bragði, gaf okkur heilagan anda, og í gegnum heilagan anda þekkjum við hann. Einfalt. Þetta er eitthvað sem ég get ekkert gert í. Já, einfalt þegar þú komið með þetta. En þú átt engan þátt í því að þetta var til. Drottinn bara ákvað að taka þig til sín og hér er þú og hér eru við. Mjög óflókið mál. Hvernig þetta gerðist og af hverju þetta gerðist, það er síðan spurning sem við getum ekkert svarað Við veitum auðvitað að við erum bara eins og annað fólk. En hann nota fólk til að taka að sér. Hann velur inn í sitt Guðsríki með þessum og hinum og maðurinn er ekki sami maður eftir. Hann er umskapaður í hjartanu, hugsaður öðruvísi, ályktar öðruvísi, er öðruvísi, já, og til friðs það sem eftir er. Já, þú sér þetta ekki, sér þetta eitthvað. Ég veit ekkert hvað þú sér, en þetta er sannleikurinn. Við erum með þessi bendandi fingur og heimurinn er bara með bendandi fingur á allt og ekki. Heimurinn er bara reiður og það er skiljanlegt. Það sem vonleysið er, það er líka reiði. En það sem vonin er, það hverfur reiði. Það sem vonin byggir upp og vonin í Kristi, hún er raunveruleg, hún er ekta, hún er það sem er og á að vera og er ætla manninu. Og þeir sem eiga Jesú til, vita þetta, þekkja þetta, starfi í þessu og er undir þessu. Og alveg keiki það. Þetta er nú það sem að Drottinn vill segja við þig í dag. Og þetta er eitthvað sem hann vill að þú velti fyrir þér og pælir í. Og til að auka er þakklæti fyrir það sem þú átt. Hvað áttu? Hvernig sem þú ert, hver sem þú ert, þá áttu trú og hún er gjöf frá hæðum. Ekki frá mér, ekki frá neinu manni, frá hæðum. Og frá hæðirnar eru að horfa á þig. Líður Drottins á himnum, hann er að horfa á þig. Og Drottinn líka.
eru að horfa á þig. Og þangað stefnum við. Þegar þessum tíma hér lýkur, þá förum við þangað. Og verðum með öllu þeim fallega hóp sem þar er núna. Já, er núna. Við lifum þó við deyjum. Dauðinn er afstæður. Það er eitt af því sem að trúin hefur kennt manni, að dauðinn er afstæður. Hann er þarna, líkamsdauðinn er þarna, en hann er samt afstæður. Trúin segir við mig, þú ert meira en líkaminn. En ég er alltaf að pæla í þessu líkama. Þjálfa hann og allt saman það og er alltaf að gera þetta. En við megum ekki gleyma okkar innri manni sem þú þarft að annast með alveg sérstökum hætti. Og trúin sýnir það með hvaða hætti það er, og það er orð Guðs, það er samfélag trúaramanna og það, já, við köllum það kirkju. Við rækjum allt þetta, við sækjum í þetta og viljum vera þarna, af því þetta er það sem að okkar hjarta stefnir til og þrá er að vera undir. Við erum dáin heiminum. Við tölum heiminn og við náttúrulega sjáum það sem við sáum alltaf með við voruðar. Það er sami glundroði þar. Það er sama ofbeldi þar. Það eru sömu lygarnar þar. Það eru sömu bendandi fingur þar og hafa alltaf verið. Hver er höfundur bendandi fingurs? Hann heitir Satan. Þannig að þetta á allt sitt upp af ykkur stað. Hann er hér til að stela, slátra og eyða. Önd eftir Krist, þá er hann hér til að byggja okkur upp. Hann byggir sitt fólk upp. Og allir sem eru þar núna eru útvaldir af honum. Ég átti enga þátt í því. Og þú tekur undir með mér hvað þig varðar sem ert á sama stað og ég í Jesú nafni. Þú áttir engar þátt í því heldur. Af hverju tók hann þig og mig? Ég veit það ekki, eins og ég oft sagði. En ég veit hvar ég er og hver ég til. Og ég get verið endalaust þakklátur auðvitað fyrir það og er það. Því ég veit að ég lifi. Er það ekki eitthvað til þess að gleðjast yfir? Jú, það er mikið gleði efni. Og þetta kemur bara vegna þess að trúin, hún staðfestir þetta. Og trúin er engin hégómi. Hún er engar lygar. Hún er ekta. Hún er eitthvað sem stendur, já, á kletti aldanna. Það koma alls konar stormviðrir og byljir og ég veit ekki hvað. En þetta haggast ekkert. Horfðu á verkin sem að Kristur á sérstaklega. Þar hefur ekkert haggast. Horfðu á kirkjuna. Sjáðu starfsemina. Hún er eins og hún hefur alltaf verið. Er þetta ekki merkilegt? Mjög merkilegt með við það að það þykir langur tími einhver stendur í 80 ár, 90 ár. Vá. Er þetta hægt? Sjáðu kirkjuna. Hún er bara að vera þarna í 1000 ára. Já, í 2000 ár. Og horfðu bara á Drottinn sjálfan. Hann har alltaf verið. Nei, vinir, eins og orðið segir sjálf, þá er ekkert nýtt undir sólinni. Við erum uppgöta eitthvað annað, já, eitthvað eitt og annað og þannig er alltaf með mannin, við erum alltaf uppgöta eitthvað sem er alveg spánýtt fyrir okkur. En svo setjumst við aðeins á það, þá sjáum við þetta verið alltaf verið. En svo orðið segir, það er ekkert nýtt undir sólinni. En það er fjölmargt sem er nýtt fyrir okkur. Bara í dag getur rekist á eitthvað sem þú aldrei séð áður. En þá skaltu vita það, þetta er alltaf verið til. Svona talar orð Guðs. Þú sér það að það er miklu öflugra mér og þér. Og ég lít þessu öfluga orði. Trúin mín hvetur mig til þess að lúta þessu öfluga orði. Og vera undir vilja lifandi Guðs. Hún hvetur mig til þess. Og ég geri það. Ég hef ekki beðið í neinu tjóna af því. Það er minn styrkur og hefur alltaf verið. Og verður áfram. Þetta er nú boðskapurinn sem að Drottinn vill að þú heyrir í dag.
og uppörfist af í dag og gerir að þínum boðskap þínu boðskap í dag. Þannig að hann fús til þess að leiðbeina manninum sinn veg. Hans vegur nefnilega réttur vegur. Og til að taka við þessu, þá þarf ég trú. Heimurinn fer bara þangað sem hann vill. Og hann að gera hverju steipunu eftir öðru. Og steipan þannig að hann bara hristir höfuðið yfir því. Býtu, hvað eru menn að fara? Þetta heimurinn. Og þarna miklir og mektar menn margir og þeir styðja þetta. Og styðja þetta vegna þess að þeir trúa því að þetta sé nú kannski ekkert svo slæmt að hafa þetta svona. Þetta megi alveg pröfa þetta. Það nú heitur alltaf að pröfa eitthvað. Og svo gildir það tíma, þá þurfum að pröfa eitthvað annað. Vegna þess að heimurinn misti festuna þegar að ég hafna við skilningstrygg og svo. Ég held að byrjaði allt saman þar. Þessi vitleysa sem í dag, hún byrjaði allt þar. Þá misti heimurinn festuna. Og hver skellurinn eftir annan, vonbrigðin og allt saman það, hafa verið síðan. Vonbrigði. Höfum við ekki orðið fyrir stöðum vonbrigði? Jú. Festan kemur aftur á móti í Kristi, því þú horfir bara til hans. Þú ert ekkert lengur þarna. Þú veist bara að þetta einhvað sem komið til að fara, ekki til að vera, en þú veist eins og allt sem Kristur gerir komið til að vera og þeir líður miklu betur undir því heldur en hinu sem kortið að fara. Þetta svona rökhugsun og skynsemi mín segir, jú, það miklu betra að vera þar sem allt kyrrt og statt og staðfast og neglt og skrúa niður og tryggilega fest. Þannig að þú sér þetta ekki í heiminum. Þú þarf ekki annað en að bara líta í söguna. Hvert hrunið eftir öðru. Og það eins í dag. Þú ert að horfa á hvert hrunið eftir öðru bara á þinni samtíð. Það algjör aðskilnaður, heimur og kirkjan, veruleiki Drottins. Algjör aðskilnaður. Og þú veist þetta, því einu sinni varstu vantrúðmanneskja, nú ertu trúðmanneskja, og þú sækir í hópinn sem að Kristur á. Það ekki rétt hjá mér? Jú. Að þessi aðskilnaður orðinn, og þú ert með þitt í Guði, Guðs megin, og þar færðu allt það sem að þú vilt fá og ert ekki að fara neitt. En þarna kemur til veikleiki mannsins sem að svona og maður viðkvæmur fram í fingurgóma. Þess vegna eru sumir menn alltaf í hlaupaskónum. Þeim líkar ekki við þetta, þeim líkar ekki við hitt. Ég segi við þetta fólk, gefið þessu tíma. Kristur víst sá sem hann segist vera. Og þarna tala reynslan mín alveg hiklaust. Höldum okkur við Krist. Verum þetta Kristfólk í verki. Lútum viljans. Gerum það sem hann að tala. Af hverju? Það 100% rétt að gera það. Hvað í heiminum getur sagt að sé 100% rétt. Það lítur út fyrir að vera 100% rétt. En svo líður tíminn og sagan segir allt annað. Aftur og aftur stöndum við frammi fyrir þessu. Að því heimurinn ekki kominn til að vera. Hann kominn til að fara. Og Guð sjálfur, hann leggur enga áherslu á þennan heim. Hann búinn að afskrifa hann í raun. Hann að safna fólk í sitt ríki sem varir, eilíf, fer aldrei og þú ætlar að vera þar í Jesú nafni. Þetta það sem við erum í raun og veru að boða.
Og nafnið sem við höfum þar er Jesús. Hann dregur alla þangað og þeir sem eru þar eru varðveittir til eilíðar. Í allsnægtum allan tíman, í raun og veru. Eins og ég og þú getum staðfest sem höfum lifað með Drottni, já, langan tíma. Hvað skortir mig? Ekki neitt. Og mig hefur aldrei skort neitt frá því að Drottinn var mitt hlutskipti. Og ég veit að þú segir þetta sama. Þannig það er ekki til að kvarta hann yfir, en sumir kvarta og þá kemur til þessi veikleiki manna. Veikleiki manna er það sem í raun og veru Kristur dó fyrir og gefur heilagan anda til þessi veikleiki manna verði ekki svona rosalega mikill veikleiki, en hann er þarna. Hann skýtur alltaf upp hausnum og fer að tala sinn veikleik. Og manninum fer kannski að líða illa yfir einhverju sem hann gerði því hann heldur áfram að vera maður af föllnu eðli. En hann átti trú sem hrestir hann alltaf við. Er það ekki annars þín saga og mín saga hvað þetta varðar? Jú, við höfum verið á ýmsum stöðum á trúgöngu okkar. Stundum ekki glaðasta fólki í öllum heiminum, en stundum erum við það. Við sveiflustum til það er þetta sem Drottinn dó fyrir. Og hann sannfærir það að hann er það sem hann er þráttir allt þetta. Og með þessum orðum þá getur alltaf hrestið. Þess vegna ristu alltaf upp aftur. Að því Kristur býr í þér. Hann er það sem þú ert. Og hvergi banginn með að tala um það sem hann hefur verið að tala um í gegnum kynslóðina. Hann er upprisinn. Og þeir sem að þjóna honum, trúa hann og eru hans, eru, já, með allar þarfir sem þau þurfa. Allt þú þarft, kæri vinnur og vinkona ertu með, það ekki? Skoða í kringu þig. Allt þú þarft, ertu með. Getur vel verið að þú viljir eiga meira peningum og allt saman og geta að vera oftar til útlanda, en þú þarft þess ekkert. En það getur vel verið að Drottinn leyfi þér það, því hann er góður Guð, en þú þarft þess ekkert. Það er ekkert eitthvað lífsnauðsynlegt að fara til útlanda. Sólarströnd. Getur verið gaman. Hann getur alveg undir þess að hafa gaman að einhverju. En þetta kemur trúnni ekkert við. Það er bara við þjónum lifandi Guði sem elskar sitt fólk. Hann lætur ýmislegt eftir í þú að þurfi þess ekkert í raun og veru. Allt þetta prjál og já, sem út með í kringu, þú þarft ekkert að hafa þetta allt í kringu þig. En ert með það í kringu þig að þú lítur góðum Guði. Sem lætur alls konar eftir okkur sem að þó hann viti það að við þurfum ekkert á þess að halda. Þannig er þetta líf. Að því að maðurinn, hann er ekkert nema hégómi. Þetta er þessi veikleiki sem Drottinn er alla daga að glíma við. Og hann dó fyrir þennan veikleik okkar. Og gefur okkur heilagan anda sem er bara í því að hressa okkur við. Og hann gerir það alltaf hressinguna þessa með því að þú ferðu aftur að horfa til Drottins. Og þá hrýrnar og allur að innan, þá lifnar og allur við að innan. Og þú segir, já, ég ætla að halda þessu áfram. Og þetta hefur gert svona aftur og aftur, já, áratugum seinna er staðan þessi. Og þú þarft að vera að glíma við alls konar. Og hver oft hefur ekki hugsunni komið upp og bara vara, ég ekki þetta. En þú hefur ekki farið neitt hingað til. Af hverju? Af því að trúin tekur alltaf yfir. Af hverju tekur trúin yfir? Af því að hún hefur fengið að vaxa. Hún hefur fengið sín vaxtarskilyrði alveg skýrt. Og hver sér þetta? Þú sjálfur. Engin annar. Þú ert maðurinn í raun og veru. Ef þú gerir þetta ekki, á ég þá að gera það fyrir þig. Nei, ég get það ekki þó ég vildi það.
eins er það með mig, það er fullt af verkum sem ég þarf að gera sjálf. Borðar þú fyrir mig? Til dæmis. Ég veit að þú myndir nú vilja það, en það bara gagnaðist mér ekki neitt og þú er alveg spikfeitur og místru og ég veit ekki hvað af ofátti. En ég er alltaf að mjúka vegna þess að ég nenni ekki að elda með mat. Þannig það er jafnvægi í þessu. Hver sér þetta jafnvægi? Drottinn. Af því að þú vilt það. Þú vilt þetta jafnvægi. Svo temstu við þetta jafnvægi og þú segir sjálf, þetta er miklu betra. Nákvæmlega, þetta er miklu betra verður niðurstaðan. Og þú gerir það áfram af því það er svo miklu betra að fara þessa leið en einhver aðra. Þessi leið, þú ert búin að sjá það, hún er örugg. Þú ert búin að reyna margt, það er rétt. Lent í ýmsu, það er rétt. En núna ertu undir afli Drottins og þú segir, hér vil ég vera. Af því þú ert búin að reyna það, sjá það að þetta er það besta. Ég er líka búin að reyna margt, alls konar. En núna á ég Drottinn og ég segi alveg hiklaust, þetta er það besta. Og þess vegna er ég þetta ekki að fara neitt. Þannig að reynslan, hún getur alveg stutt trúnamanns. Og reynslan af Guði er góð og ég þekki heiminn að nokkru leyti og ég hef engan áhuga fyrir honum. Ekki neitt. Sami glundráðu vinur minn hefur alltaf verið. Þetta í dag og annað á morgun, á ekki svoleiðis að menn bara svitna undir húinni, missa hárið. Áhyggjum. Nei, við getum endalaust verið þakkláttir fyrir það að Drottinn veit þetta allt. Meira, hann hefur aldrei gefist upp á okkur. Hvað ert þú oft búin að gefast upp á Jesú? Það er nú ekki mikið verið að þjóna þér. En hann gefst ekki upp á þér. Svo ristu aftur upp í honum. Og ert ekkert nema þakklætið. Svona er gangurinn. Stundum erum við ekkert nema þakklætið og alveg ofboðslega ánægðir með það að Drottinn sé með okkur enn. Og það er ástæða til þess að vera ánægður. Þegar þetta er staðan. Það sem Drottinn er annars vegar. Þannig við höldum góðu verkinu áfram og lifum áfram undir afli Drottins vegna þess að þú færð ekkert annað betra. Þetta er það besta. Þetta er nú það versta. Svona talar ekki trúaður maður, en svona mögulega geti heimurinn talað vegna þann veit ekkert hvað hann er að tala þegar kemur að þessum málum. Hann er búin að afskrifa kirkjuna sem ekkert að hindrun. Kirkjan kemur gegn syndinni, manneskja. Hún er til þess að koma í gegn syndinni. Hún er til þess að koma og leiðrétta þessa þvælu sem að syndin er að frambera. Kynin. Mér skilst að núna ráðum við bara sjálfur á hvaða kynið þeir eru. Hvers slags bull er þetta? Og hvernig hann ætlar að samfæra fólk þetta? Þú getur það ekki. Hitt er borðleggjandi. Þú fæddist undir þessu kyni og þú ert að þessu kyni. Hvernig hitt komst inn í veit ég ekki. En ég get sagt þér það, þetta er ekki frá Guði. Frákanið þá, einhvern veginn hefur kenningar Satans komið stað og hann kemur alltaf gegn því sem er Drottins. Auðvitað fer þetta aftur með þessa vitleysu með kynin. Því að það sér það hver maður, þetta getur engan veginn staðist. Og það sem getur engan veginn staðist, það kemur að því að menn sjá þetta og segja, nei, þetta getur engan veginn staðist. Ekki rugla of í fólki. Af hverju erum við að tala svona? Því að fólk þarf að heyra sannleikann. Það þarf að heyra umbúðalaust hvernig þetta er. Er ég þá svona klár? Ég er kláruð þetta, en ekkert svo klár. Enda er ég að tala, það sem Drottinn er að vill að þú heyrir. Hann vill að þú lærir. Og þess vegna er að með menn og konur eins og mig sem að gera það sem hann er að bjóða í Jesú nafni. En það kom tími og Konráð kveður
og heldurðu skoðaverki Drottins áfram.